All right, we're going to take a left turn here. A left? A real left turn. Like almost like a U-turn and then another U-turn. Yeah. Have you ever heard of the video game? It's called Dota 2. I not until 5:45 this morning when I got the email. I had not. In full disclosure, I had never heard of it as well, but I'm learning it is a huge deal. No, it's insane. And I didn't know anything about it until I started doing this as part of the International about 3 years ago. So in my head, I was like, so it's like Super Mario Brothers, right? Donkey Kong. What is it? What is it? Give us a treetop explanation here. It's basically, it's an online video game. It's played by 2 teams of 5. And to really simplify it, you're trying to get to the other side of the map and take down the tower of your enemy. So this is a very serious event. Nearly 18,000 people attend. For those who aren't playing the game, what are they doing? Just watching? Yeah, they're watching, and not just here at Key Arena. So we have, I think, between 13 and 15,000 people here in the arena. But then we also have, over the course of the week, millions of people watching everything on the stream. So, I mean, this is a worldwide event that unites this community. It's insane. Það náttúrulega miklu meiri svona streaming culture akkurat núna. Sem því að, þú veist, ég meina, internetið orðið það gott og tölvurnar orðið það góðar að þú veist, hver sem getur verið heima á þess að stríma eða þá hort á stream. Ég meina, ég horfi meira á e-sport í dag heldur en ég horfi á enska boltan. There are so many different strategies that start with a draft. So each game starts with drafting a character out of over 100 possibilities. Wow. Each of which has different elements to it that can create a different kind of game to get to the tower. So it's insanely complicated. The people who play it practice for hours and hours and hours a day. They're from all over the world. They're on professional teams. They take it very seriously. And it is, even for someone like me, I know nothing about it still, but watching it is awesome. Dota bara ótrúlega erfiður leikur og það er það sem var alltaf að draga mig aftur í þann leik út af að sko ég komst upp í hæsta rangi í Counter-Strike á minna en 1000 tímum á meðan að ég búinn að eyða kannski kringum 900 tíma í Dota 2 eða meira 1000 og ég samt bara ekki búinn að krafsa í yfirborðið á því sem þessi leikur er. Þú veist, það eru bara sumir sem eru með miklu meira keppnisskap en aðrir. Ég held að ég sé með svolítið mikið keppnisskap en ég hef svona lært að hægja á mér þegar ég er í kringum aðra sem eru kannski bara meira að gera þetta upp á skemmtun en málið að svona fyrir mér þá skemmtunin í því að verða betri og þú veist, vinna. Hann hentar ekki öllum. Það er mjög erfitt að koma sig almennilega í Dota út af því að þú veist, hann svo gríðarlega erfiður. Að komast á eitthvað level þar sem þú ert að spila og það er gaman, það er rosalega erfitt. Það geta ekkert allir orðið góðir í honum. Þú veist, maður þarf að leggja sér svolítið mikið fram til þess að verða betri í honum. Sko. Sumir eru svo dedicataðir að reyna að vera betri í þessum leik að þeir bara halda áfram og hann mjög skemmtilegur þótt að hann mjög erfiður. Jæja, velkomin allir. Við erum að fara að kasta hérna íslenskan leik. Að sjálfsögðu þetta in-house leikurinn mikli á milli Chromium, Brumma, Hobo Hari, Intensified og Flying sem eru Radiant á móti Gretari, Fusified, Óla, Pandemonium og Yngva og Not Hot But Spicy. Ég heiti Gretari Guðjónsson. Í Dota 2 þá heiti TMT50 akkurat núna. Ég heiti Yngvi, þetta er Yngmundur in-game. Ég heiti Ólafur, in-game nafnið mitt er Pandemonium. Fannar heiti ég, Fannar Hólm. Ég heiti sem sagt Alexander
Moisa. Ég svona mikill mímer, eða svona allavega þekki marga í Dota-communityinu. Íslenska Dota-sinnan, hún nú ekkert, og mér finnst hún vera eitthvað svo lítil, sko. Ég vildi að hún væri miklu stærri, sko. Mér skilst að það sé bara svona 5 og 5 íslenskir sem að spila bara in-house, en ég veit ekki hvort það sé einhverjar keppnir. Íslenska in-house. Ég var mjög spenntur að fá að spila í því, svona til að sjá hvernig ég var á móti öðrum íslenskum spilurum, af því ég hafði ekki spilað á móti neinum öðrum, nema bara einhverjum svona vinum sem tókust ekki alvarlega. Svona að komast inn í in-houseið svona, það bara 2 leiðir. Það þarf að vera hári ranki eða þekkingu til að komast inn. Ég var einmitt í þessum in-house-leikjum, ég fékk að kynnast öllum og þar voru náttúrulega, ég myndi segja, svona bestu íslensku spilararnir. Við tökum yfirleitt þessum in-house mjög alvarlega, sko. Það er mikið í húfi, sko. Mikið ego í húfi, sko, alltaf við spilum, sko. Það spila flestir mjög mikið, en þetta er samt líka svona ógeðslega mikið community og bara mikið djókað og svona gaman líka. Óli að sko gera grín af Hannesi, út af hann alltaf elskar Meepo. En það er einmitt oft erfitt bara að fylla í 10 manna leik, sko. Oft við 9 og eitthvað. Viljum keyra í leikinn, sko. Erfitt bara að finna einn helviti skæja, sko, til að fylla upp í, sko. Menn eru rosa mikið að stríða okkur öðrum. Það er rosalega stríðnishópur eins og verður oft með strákahópi bara í öllu. Það er alltaf mikið svona í kringum mig sem ég fæ svona skýta á mig, svona memes sem myndast út af mér, sko, út af því ég er alltaf mikill karakter og svona elskar að tala í fólk og svona flippa í fólki, sko. Ekki meme þegar ég spila Shadow Demon. Það er svona, ég er kannski ekki bestur á henni, þessari hetju. Ég er svona, því hún er mjög erfið, sko. Og ég minni mig að ég svona kastaði galdri á vitlausum tíma einhver tíman og það var náttúrulega bara gert mím úr því að ég sé professor Shadow Demon. Og mér finnst alltaf sjúklega gaman, sko. Ég vildi einhvern veginn að það væri miklu meiri í gangi, sko. Þú veist, að koma með eitthvað svona, kannski öðruvísi með að kannski að spila 5 með einhverja aðra 5 sem þú þekkir ekki. Það var alltaf gaman, sko, að spila svona á hina, sko. Og þú svona eftir smá stund þá pikkar upp á stílinum hjá hvern og einum, sko. Getur fundið eitthvað svona veikleika, sko. Það náttúrulega byggist inn í strategið líka, sko. Og glæsilegt Ravits, hann nær 3 þarna og Meepoinn hoppar á timberinn og... Ég tekki Meepo. Ég er með hann. Hann er dáinn. Já, maður. Náttúrulega, þú veist, þetta er rosa spes, sko. Þú veist, við erum alveg góði félagar, sko, inn í þessum hóp kannski sem bara svona, þú veist, á hæsta levelinu í þessum leik. Og, þú veist, oft gæjar sem að þekkja alveg vel en hefur aldrei hitt, þú veist. Bara búinn að tala við hann gett mikið í gegnum neti, sko. Þetta er alveg mjög spes thing, sko. Ég held að þetta sé bara frekar eðlilegt. Þó svo að fólk sé kannski ekki alveg búinn að venjast í að kalla þetta eðlilegt. Rosalega skemmtilegir. Við mættum samt hittast kannski aðeins oftar svona í persónu. Þú veist, hérna, það er nú ekkert svo langt síðan að ég ákvaði að koma út úr skápnum sem gamer, en það er svona ákveðið stigma í því náttúrulega. Ég fór hana á HR-inginn 2015 eða eitthvað, 14, man það ekki. Og það kom og var að keppa sérst í Counter-Strike. Það vissi enginn að því að ég hefði farið á LAN helgina og ég svona rétt svo sagði kærastinu mín að ég er að fara að keppa hérna og ég tek tölvunni með mér og eitthvað svona. Svo kem ég aftur hérna á þessum tíma. Og þá kom hérna fréttaljósmyndari frá Fréttablaðinu og smelti hérna í mynd af mér. Þannig að ég sá myndina og var bara eitthvað, fuck man, núna vita allir að ég er bara eitthvað massið nördi, sko. En svo ákvað ég bara að taka vinkilinn á það bara, heyrðu, ok, hérna, ég bara ætla að taka þessa mynd og ég ætla að posta henni sjálfur á Facebook og bara eitthvað, hey, cat's out of the bag, ég er bara gamer og ég er bara stoltur að því og mér finnst mjög gaman að spila tölvuleiki og ég mæti á laun og mér finnst það geggja og fólki fannst það bara skemmtilegt og fyndið. Og ég var bara búinn að byggja upp einhver svona neikvæða ímynd sem fylgir því að vera gamer og svo framvegis og núna er ég svona einhvern veginn að finna mig sem tölvuleikspilari og þú veist, og það er ekkert það slæmt. Hjartalega velkomin á Puttan eða Háreykinn. Við erum hérna komnir í HR og við ætlum að finna henni einhvern skemmtilegan til að spjalla við. Blessaður þér, hvað segir þú?
Ég segi bara fínt. Hvað það að spila? Hún túristið, setur demanta í úrið mitt. Sjáðu glæni á flúrið mitt. Þið komist ekki inn í krúið mitt. Hver heldur þessi besti spilurinn í Íslandi? Ég held að Óli sé bestur í dag og ég held að muni vera bestur núna, já, bara ég veit ekki hversu lengi en í einhvern tíma allavega. Hver heldur þessi reynslumesti íslenski spilurinn? Það er Fannar. Það er Chromium. Fannar, definitely. Þeir vorum í svona hálf íslensku liði, þannig að Fannar, Eyþór og Kroppus, ég veit ekki hvað hann heitir. Þegar ég einhvern tíma fletti upp hvort það væri einhverju Dota 2 Pro íslenski spilarar, þá fann ég þá að spila fyrir Absolute Legends Academy. Þú veist, það er svona eina liði einhvern veginn sem hefur verið eitthvað svona, sem var nafn og sponsora og eitthvað svona. Ég veit svo sem ekki mikið söguna, sko, en þeir voru alveg að keppa við síðan fólk sem vann, þú veist, aðeins í heimsmeistarmóti í þessum leik, sko. Þannig að það var alveg dæmið, sko. Fannar. Fannar taka eitt. Hvernig þróast það að þú veist, þú skilurðu einhvern veginn fer mjög lengra heldur en margir aðrir þarna? Ég held að það sé náttúrulega bara mín þráhyggja að verða betur en allir hinir einhvern veginn. Minn styrkleikur var í svona carry-róli að spila hetjur svona í svona þessu 4 Protect 1 dæmi og svona meira emphasis á, þú veist, að spila þessi hetjur sem væri að fá mesta gulli og mesta priority. Þú veist, ég þoldi ekki að tapa, ég þoldi ekki að vera, þú veist, bara eins og einhver gæi sem byrjaði að spila fyrir 2 ár síðan og er bara einhver casual, þú veist, þessi þráhyggja að verða bestu var svo mikið sem svona ýtti mann í það að vera, þú veist, á topp leveli bara allan tíman. Það ýtti mér ótrúlega mikið á þessum tíma því að mér langaði að vera pró, mér langaði, þú veist, að keppa upp á svið, þú veist, það var alltaf drauminn að fara, þú veist, upp á international og, þú veist, vera Íslendingur sem vann eitthvað svo, þannig að maður, þú veist, maður eima alltaf ógeðslega hátt, sko. En það var bara svona ákveðin kjarni, þú veist, við vorum alltaf að spila pub, vorum alltaf að queua sem 5 og vorum alltaf að spila og síðan man ekki alveg hvernig þetta þróaðist, en við ákveðum síðan að taka þátt í svona, við vorum alltaf að keppa í mótum svona á laugardögum og sundum og vorum alveg að vinna og okkur gekk alveg og við bara svona, hei, þú veist, okkur búum við ekki bara til lið, skilur, þú veist, hvað er það sem getur gerst? Og þá sænuðum við upp fyrir mót hana hjá Join Dota og spilum við genið qualifier sem var eitthvað svona mót yfir, þú veist, laugardag og sundag og endum við að vinna hann og ég var í sambandi við einhver gæja sem var umboðsmaður Absolute Legends sem var þarna, þú veist, var alveg nafna þekkt allir þótt að þetta var ekkert eitthvað eins og EG eða eitthvað svo, það var þetta alveg brand, sko. Þegar við queuum í þetta þá vilja þeir taka okkur svona á svona ákveðið svona trial run, að vera með nafn og ef okkur gekk vel þá var þetta bara svona win-win fyrir báða, sko. I said good day, sir! So Virtus.pro will be over on the Dire side. Rata, which is Romy and the rest, they will be playing over on the Radiant side. Now there's another stun. Santa could be a little bit of trouble. There's the open wounds. Rage also popping off too. There's a lot of damage to Santa, blocking him off. He's going to put off 1 rocket barrage before he goes down. And in comes KSI. He's looking for an extra hit. He should be able to do it. He's got this haste rune so he can chase down the Nakes. Body blocking happening by Connell. Perfect play by that. And then the follow-up stun. This haste rune will keep on going. He can't get another decay off. Not on the hero he wants to. No towers just yet, but Nake's getting bigger and bigger with every kill. Things are really spiraling completely out of control for Virtus.pro. This tri-lane, you basically have to say is a complete and utter failure. Sko á þessum tíma þá var þetta Virtus.pro liðalið, það var alveg sterkt, sko. En kannski þetta bara svona egoð í mér að ég vissi að ég væri betri. Þannig að mér fannst þeir ekkert vera andstæðingar, þú veist. Mér fannst þeir vera svo overhyped eins og margir sem voru í þessari senu, skilur. En ég vissi bara að við gátum unnið á og það líka það sem smitaði svo frá sér í liðinu þá að þú veist, ég var svo þótt að ég var reiður stundum þá var ég samt jákvæður yfir því að þú veist, hei, við getum gert það, þú veist, haldið áfram og eitthvað svoleiðis. Þannig að það
var alveg ógeðslega góð tilfinning að vinna eitthvað svona stórt lið og fólk var bara alveg, wow, þeir rústuðu þessu liði, skilju, þeir voru bara unbeatable á þessum momenti, á þessum tíma því að þeir voru considered svo góðir, þetta CES, þú veist, gæjar, sko, voru mjög sterkir, sko. Þannig að það var alveg góð tilfinning að vinna þá, sko. En það náttúrulega bara, þú veist, fór ekki alveg eins og planaði þetta mót, sko, en við vorum samt byrjaðir að spila ógeðslega mikið bara út frá einhverju, þú veist, spaugi, skilur. Fannar okkar allra. Hann er mjög góður spilari, en hann verður kannski stundum mjög pirraður í leiknum. Besta sem ég tók frá þessu var náttúrulega það að, þú veist, andinn í liðinu skiptir ofboðslega miklu máli. Það skipti ekkert máli hversu mikið ég taldi mig vera góðan spilara. Í enda dagsins var það hversu góð við værum sem liðsheild. Þannig þegar við vorum að spila og ég var, þú veist, með svona ákveðið svona neikvæða rödd, svona, þótt að ég var ekkert að einblínir á eitthvað, heldur var bara með svona smá neikvætt andrúmsloft, þá smitaðist það frá sér. Fólk einhvern veginn bara svona, þú veist, var ekki alveg eins peppað og þú veist, fann ekki alveg fyrir þessi löngun að gera sitt besta því að það vildi ekkert vinda sig upp í þessa disappointment frá einhverjum öðrum, skilur við. Þeir smóka þarna bot. Þeir bæði með Ravage og Global, geta fæta. Góðu skannið þarna og þeir ákveða að go á Razorinn og þeir drepa bara greið Daslin. Þannig að hann getur bjargað þeim og þeir góða þarna á Razorinn, haldunum í... Já, þreina. Já, ég dán. Hello, fuck. Rosalega mikið villa hjá þeim, þeir bara geta ekki tekið, eins og sagði, fætuna. Virkilega vil spila í Óla. Á Timberinn og Timberinn turnar, ákveður að reyna góan og gríðarlega gott beit hjá þeim og þeir jumpa á Timberinn og gríðarlega gott Ravage hjá Ingmundi. Og þannig kólaði þetta GG. Fannar hendir handklæðinu inn á völlinn, gefst alveg upp, alveg komið nóg. Mér fannst, þú veist, þetta var bókstaflega Óli á móti Chromium, skilja Fannari, þú veist, Timbers á móti Vivo. Þetta var bara það. Já. Fyrst þegar ég kynntist Fannari, svona alltaf hennum bara einhvern veginn, svo fæ ég coaching session frá honum. Og ég lærði ekkert sérstaklega mikið frá þessu sessioni, en ég svona var pikkar alltaf mikið í sundur, sem frekar nýr spilari. Fannar er alltaf mjög öflugur, sko, þegar maður spila með hann fyrst. Hann... Make an impression. Já, hann er líka, hann segir manni, sko, að maður að gera eitthvað villust, sko. Og tekur ekki tillit til hvort maður á kannski að kunna þetta eða ekki. Já. Svo talaði ég ekki neitt við hann og eftir svona ár eða 2 ár, einhver tíma þá erum við farnir að spila saman í liði. Íslenska landsliði, sem við köllum það. En það var ég, Fannar, Mjölnir, Yngvi og Biggi. Það gekk alveg vel, en þetta er bara, þetta er einhvern veginn alltaf sama saga. Það er of lítill tími og mikið skap. Það var eitthvað svona smá internal issues í því liði. En já, það var svona, þetta dó út frekar fljótt. Og það var, held ég, stórum hluta mér að kenna. Það var náttúrulega það bara, þú veist, sumir eru bara ofljótur upp, sko. Þá var það einmitt þannig, sko, að hann initiate einhvern veginn og eftir að hann dó 1 á móti 4, það var bara, hefðu þið verið allir fyrir bakum mig, þá hefði þetta ekki gerst. Og maður bara svona, hefðu þú ekki verið hana, þá hefði þetta ekki gerst. Skilur, ég get alveg spila þetta, þú veist, þetta works both ways, sko. Það, þú veist, þetta snýst bara ekkert eitt rangt move, þetta snýst svona heildarmyndina. Þú ert búinn að tapa, þú ert búinn að tapa. En meðan þú ert ennþá inn í leiknum, þá ert ekkert búinn að tapa. Gæðinir í liðinu, þeir kenndu mig mikið kenndu mikið og svo lærði ég bara sjálfur líka mikið svona attitúdi hjá mér og hvernig samskipti hjá mér geta verið svona frekar toxic. Mér finnst þetta eiginlega alltaf vera eiginlega bara sama formúlan, sko. Þú ert með hennar gæja sem er góður og telur sig ógeðslega góðan en hann lætur skapið sitt koma, þú veist, eins og ég upplifði mig stundum, þú veist, maður var svo
ákveðin í að vera bestur að maður lét stundum pirringin í sér smitast frá sér. Að þeir telja sig svo góðan að þeir séu aldrei ástæðan okkur í töpu. En það er ekki fyrir en þú veist þessi gæjar actually taka það til sín að þeir eru mögulega að skemma meira frá sér heldur en þeir eru að gera. Að þá loksins verða þær einhvern veginn betri spilar og mér finnst þetta alltaf vera einhvern veginn sama formúlan. Það er betra ef allir eru á sömu blasi, fattar við. Get ekki allir einhvern veginn verið að stjórna, sko. Þú verður að geta hlusta líka á það sem hinn er að segja. Vel og geta tjáð hvað þú vilt ná fram, fattar við. Þetta tengist þessu, hvað mér finnst rosa erfitt og mikilvægt að læra í þessum leik. Það er þetta flow á milli spilara. Ef allir bara að segja eitthvað og enginn er að hlusta, þá algjörlega pointless. Ég er frekar ánægður að þetta hafa gerst, sko, bara það hefur geta svona lært bara hvernig það hafa mér og vera betri svona persóna bara í leiknum og almennt bara. Spila og einhverjur að tala yfir tölvuleikjaspilið þitt, sko. Og að þú getur unnið einhvern pening, það er alltaf að spila tölvuleik. Þetta í sjálfu sér alveg tekur allan tíma, sko. Ef þú ætlar að fara eitthvað svona almennilega inn í þetta, sko. Og í dag finn ég náttúrulega fyrir að ég er ekkert að fara að ná að upplega það sem ég, hafði planað sem, krakki á yngri árum, sko. Það er bara brot af þeim sem eru bestir sem að actually make það, sem að komast. Þú þarft að hafa eitthvað svona ákveðið mindset að þetta er ekki bara skemmtun þegar þú ætlar að græða pening á þessu og þá þarftu að vera með eitthvað svona vinnu ethic sem þú þarft að tileinka þér en þú lærir það ekki bara eitthvað upp þurru. Það eru menn sem eru að spila núna á professional leveli sem bara hættu í vinnum og hættu í skóla til þess að vera á þessu besta leveli. Bara ég hef getið mig alveg bara borið þetta saman við þá sem að verða ungir atvinnumenn í fótbolta. Ungir spilarar sem fara í þetta eru að fórna náttúrulega tíma sem að gæti farið í það að klára stúdentinn eða klára háskólapróf og þeir eru svolítið svona hliðra sínum ferli. En nema í fótboltanum þá er það náttúrulega samfélagslega viðurkennt, skilur, vegna þess að þetta er fótbolti og fótbolti er ótrúlega vinsæll. Núna er ég að reyna að verða prófið út af, það er svona draumur að ná því. Það sem heillar mig mest að vera atvinnumaður er bara það þurfi ekki að finna mér eitthvað annað að gera heldur en að spila út af það. Þetta er bara svona uppáhaldshlutur ég ætla að gera. Svo er þetta svona líka dálítið obsession bara við að vera bestur. Það skiptir ógeðslega miklu máli, en mér finnst það, að ef þú ætlar annað borð að fara þann veg að vera atvinnumaður eða að spila mjög mikið, að þú þarft að hafa eitthvað jafnvægi milli, þess að sitja í töluleikastólnum og síðan að hreyfa þig og borða hollt og sjá þig, sko. Rútína mín er einfaldlega að ég vakna á morgnana og morgunmat og fer í ræktina og svo spila ég 8 leiki af svona alvöru heavy duty Dota sem ég reyni mitt allra besta hvern einasta leik og svo horfi ég á 2 replay af ákveðinni hetju eða einhverjum spilara sem ég langar að læra af. Það svona tengist saman, það er ekki bara það að maður langar að vera atvinnumaður og græða pening, það er líka bara það að maður getur verið atvinnumaður hjálpa manni að verða eins góður og maður getur. Þá hefur maður tíma til að gera þetta. Fjölskylda og fólk í kringum mig vill ekki að ég sé að reyna þetta. Það er svona samt það sem ég vil eiginlega bara gera. Mér fyndi það er alltaf, manneskinn er alltaf að reyna að ná eitthvað svona markmið og það er örugglega mjög margir sem er eitthvað að reyna að vera prófið í þessum leik. Síðan sér maður, Liquid vinna síðasta heimsmeistaramótið síðast. Og það er svo skrítið að sjá tilfinninguna hjá þessum gæjum eftir á, að hafa síðan bara komist á toppinn og unnið þetta. Það var einn sem Matumbuman heitir hann og nýbúinn að vinna mótið. Og hann var bara svona, í bara orðum og í líkamstjáningu bara
bara, þú veist, mér fannst eins og hann var að búast til einhverju öðru, sko. Þetta er kannski, þú veist, alltaf að reyna einhvern veginn klifur á að vera betri og þú veist, vera bestur, bla bla, síðan oft. Mér fannst eins og hjá honum það var ekki nóg, sko. Þannig að, ég veit ekki, ég held að það sé mjög skrítið, sko, að vera svona prófi í þessum leik. Ég held að sé ekkert alveg jafn svona dansa rósum og fólk heldur, sko. Ég tel töluleikjaspilin ekki vera svo slemma og að við sem vinnum með krökkum og foreldrar þurfum bara svolítið svona að gefa okkur smá tíma og veita þeim bara áhuga þeim sem er að spila svona mikið og koma svolítið svona inn í þeirra hugarheim, þú veist, og þá kannski fá foreldrar og forráðamenn svolítið svona tækifæri til þess að sjá hversu flókið þetta er og hversu krefjandi og hversu mikla svona hæfni þú þarft að hafa til þess að geta gert nákvæmlega það sem þeir eru að gera. En þeir fá þau skilaboð að þeir séu bara eyða tímanum ekki neitt, þetta er ekki neitt, þú lærir ekki neitt af þessu og gerir ekki neitt. Ef við gefum bara þau skilaboðum að þessu eyða tímanum ekki neitt, að þá fá þau ekki neitt út úr þessu. En ef við einhvern veginn reynum að hjálpa þeim að grípa eitthvað svona einhverja hæfni úr töluleikinum og hei, já, ég er bara drullugur í þessu og þessu, þá erum við bæði að efla sjálfsmyndina og sjálfstraustið og hjálpa þeim að finna kannski svona framtíðarbraut sem þau geta farið í. En eins og ég segi, það bara skiptir máli að hafa heilbrigt viðhorf gagnvart töluleikjanotkun og passa upp á að maður sé ekki að, þú veist, ég man eftir því það var alltaf að tala um að þetta er orðið vandamál ef maður er að hliðra einhverju sem maður verður að gera bara til að spila töluleiki. Og það er rosalega margir sem að nota töluleiki sem einhvers konar kvíða, svona kópdæmi, að þeir eru kannski með einhvern kvíða og þeir komast inn í töluleiki heiminn sem að róa maður niður, en það er kannski bara svona skammtíma lausn á stærri vandamáli og töluleikjanotkun er ekkert fara að laga það, heldur þeir bara hafa smá balans alls þar. Það er mín lokaorð. Leikur 2. Engin Óli Engin og Óli. Mjölnir er komin inn. Mamma sagði að hann þurfti að fara að sofa. Nei. Ángríns, sorry, ég trýta hann eins og hann sé sko bara síðan að Dota guður sko. Kemur klokkinn minn, ég elska þessi þetta. Það er þessi klokkverk sko. Klokkinn sko, signature, moisla klokk. Rosalega sterkur örlíkinn. Ef þið viljið sjá rosalega góðan klokk þá með ég hendi það bara á facebook.com. Já, læka Moisa Boys, það er MOJSABOYS. Það er fanpageið mitt. Hann er líka þrem, hann nær öllum, hann nær bara öllum. Í þessum bústæðum, þú klárar hann. Disruptor, ógeð. Einhver svo góður player, maður, hattar. Og síðan er til fullt að læra í þessu leik, sem þú ert alltaf að gera. Viper sig. Geggja gangja og bergja, komið þetta fyrir aftan. Mjölnir þekkir ekki sín takmark. Þarna byrjar þetta teamfight og ógeðslega gott stönd hjá Yngva. Þetta er nútíma list unga fólksins. Þannig að ekki gera grín af þessum leik. Og þarna vinnur liðast annars. Bara vissi nákvæmlega hvað átt að gera og hvernig það ætti að spila. Annar 1, Óli 1, Mjölnir 0. Mjölnir 0. Því miður. Ógeðslega mikið að skjóta og greina.